Hann bara, já, ok, og ég roðnaði bara, ég bara, hvað í andskottunum var ég að segja? Ég heiti ekki Mark, ég heiti Svala. Ég byrjaði að syngja, ég tók fyrst upp í stúdíó þegar ég var 7 ára og fór að gefa út tónlist, þú veist, þegar ég var, já, 7-8, eitthvað svoleiðis. Og hef verið að syngja náttúrulega alveg frá því ég var lítil, en svona af alvöru fór ég að vinna að mínum ferli þegar ég var svona 16 ára. Sungið jólalög, tekið þátt í Eurovision 2017 með laginu mínu Paper. Samið tónlist, náttúrulega ég sem alla mína tónlist og samið tónlist fyrir aðra. Tónlistarmenn eins og Pál Óskar og Sigur Beinteins og fleiri. Ég er núna sólóartisti og var að sæna við Sony í Danmörku og er að gefa út sólótónlist og er mikið að spila út um allt og gefa út nýja músík og tónlistarvídeó og ég get verið alveg hef í lúði, sko. Og þetta var, þetta er fyrir svolítið síðan, þá var ég í LA og ég var á okkurum skemmtistað að skemmta mér með vinkonum mínum og það var mega fabulous og eitthvað og ég sé sérst að Mark Wahlberg er sérst inn á staðnum og eitthvað og hann er eitthvað svona að gefa mér auga og eitthvað og kemur upp að mér og eitthvað og þú veist og augljóslega og vill eitthvað tala við mig og eitthvað og kemur bara eitthvað, þú veist Hi, my name is Mark og eitthvað og ég bara eitthvað Hi, my name is Mark og hann bara, my name is Mark? Ég alveg, nei, ég heiti ekki Mark, sko. Ég heiti Svala. Hann bara, já, ok, og ég roðnaði bara, ég bara, hvað í andskottunum var ég að segja? Ég heiti ekki Mark, ég heiti Svala. Og hann bara eitthvað, já, og gaman að kynast þér og svo bauð hann okkur í glas okkur stelpunum en þú veist, þetta var bara svo lúðalegt að ég held ég hafi klúðrað þessu alveg, sko, því ég ætlaði að vera að geða cool og vera að geða svona mysterious frá Íslandi, skilurðu, og ég hef sko alltaf farið svona mínar eigin leiðir í tónlist. Ég held að það sé líka bara því að ég var alin þannig upp, þú veist, þegar ég var lítil og vildi fara að syngja, þú veist, þá þurfti ég að suða í pappa mínum því að pappi vildi ekki að ég færi út í tónlistarbransan svona ung þannig að ég þurfti alveg að suða að fá að syngja þessi jólalög og svona en hann sagði við mig eitthvað sem að, þú veist, bara festist hjá mér og það var ef að mér langaði að gera tónlist og fara út í þennan bransa þá þurfti ég að gera það algjörlega á mínu eigin forsendum og gera það, þú veist, á sjálfstæðan hátt og vera með frumlega hugsun, þú veist, og ekki nota hans sambönd eða hans frægð og frama og velgengni til þess að koma mér áfram. Þú veist, all tónlist sem ég gef út og textar sem ég sem og þú veist, hvernig ég klæði mig og allt, þú veist, það er alltaf 100% ég og ég verð að fá að vera ég af því að annars geti ég bara sleppt þessu, sko.